Þórir, þið Káringar mættir aftur í undanúrslit í bikarnum, gegn vel hjá okkur í fyrra. Já, það gekk vel í undanúrslitunum. Í ár ætlum við að gera betur í úrslitunum, bara spennandi, þróttur. Fáið Tindastól, það voru engin lítil verkefni ofan í pottinum í dag, en hvernig líst þér á þína gömlu félaga í stólunum? Það verður bara skemmtilegt. Það er alltaf skemmtilegt að spila móti stólunum og fínt að fá seinni leikinn, þannig að það verður bara pakkað og góð stemming. Sögulegi bólir sem að Káar létu gera þér fyrra bikarinn oftast, mikil stemming á leikinum, bæði á undanúrslitum og úrslitaleikjunum. Hvernig sérðu fyrir þér að þessi dagar verði fyrir félagið? Já, ég held að það sé bara hægt að halda áfram að mæta í þessum bólum. Þannig að þetta verður bara mjög gott fyrir félagið og eins og ég segi, við gerum vel undanúrslitum fyrra, við ætlum okkur að vinna þennan bikar í ár, þannig að það verður bara það sem að Káar stendur fyrir, að vinna bikara, þannig að við ætlum bara að gera góð besta. Þetta er rosalega gott lið sem þið að fara að spila á móti í Tindastól. Það er með valið mann í hverju rúmi og þú ert komin niður í 9. og 10. mann og þú ert ennþá að tala bara leikmenn á kaliberi, og jafnvel lengra. Hvaða tækifæri sérðu fyrir Káringana að keyra á? Þetta er náttúrulega bara einn leikur, við spilum hörkuleik við á fyrir jól. Það var reyndar svolítið mikið skorað í þeim leik, en bikarkeppnin er bara þannig að menn spila bara einn leik, þetta er ekki sería, þannig að það er allt hörkulið í þessari deild, þannig að þetta verður bara hörkuleikur og ég sé fullt af tækifærum þarna. Kærar þakkir fyrir. Takk. Gangi þér vel.